689. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll 21. janúar 2025 klukkan 17:00 settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Díana Hilmarsdóttir, Guðbergur Reynisson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir sem jafnframt bæjarstjóri, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Jón Már Sverrisson, Margrét A. Sanders, Sigurrós Antonsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og svo sem hér stendur í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki situr fundinn Hrefna Gunnarsdóttir riddari. Á dagskrá fundarins eru 6 mál. Þau eru fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. janúar síðastliðnum, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. janúar, fundargerð menntaráðs frá 10. janúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. janúar, fundargerð lýðheilsuráðs frá 14. janúar og lokum 7. mál fundargerð velferðarráðs frá 15. janúar 2025. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. janúar síðastliðnum, orðið er laust. Það er enginn sem hefur óskað eftir að taka til máls og ég ber því fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. janúar síðastliðnum upp til samþykktar, þeir sem samþykkt geta vinsamlegast gefið merki. Og fundargerðirnar eru samþykktar 11:0. Næst tökum við fyrir annað mál fundarins sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. janúar síðastliðnum. Í þeirri fundargerð eru 9 mál sem þarf að taka til sérstakrar umræðu og samþykktar áður en fundargerðin í heild sinni verður tekin til afgreiðslu. Það fyrsta mál fundargerðarinnar, Vatnsnes breyting á aðalskipulagi, orðið er laust. Það er engin óskað eftir að taka til máls, þau sem samþykkt geta fyrsta mál vinsamlegast gefið, já það hefur orðið breyting hér á. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, fyrirgefið aðeins svoandi. Ég kem hérna upp undir fyrsta lið Vatnsnes og ég vil að eftirfarandi verið bókað. Í fundargerð bæjarráðs þann 17. ágúst 2023 þá bókuðum við sjálfstæðismenn vegna 3. liðar í fundargerðinni Vatnsnesið og sú fundargerð var eftirfarandi. Sjálfstæðisflokkurinn ítrekar áhyggjur sínar varðandi það mikla byggingamagn sem áætlað er á Vatnsnesinu. Áður en ákvörðun þessa miklu þéttingu byggðar er tekin væri rétt að skoða hvar börn í þessu hverfi eigi að sækja grunnskóla, hvar leikskóli eigi að byggjast upp, hvernig umferðarmálum verði háttað og hvernig aðrir innviðir bera þessa aukningu á svæðinu. Svo ekki sé talað sjónræn áhrif sem þessi fjöldi stórhýsa hefur. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að framangreind mál verði skoðuð vel áður en farið verður á stað í áætlaðar framkvæmdir. Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Helga Jóhanna Oddsdóttir í Sjálfstæðisflokki undirrituðu þetta. Ekki hefur verið komið með lausnir vegna leikskóla og alls ekki vegna þess aukna umferðarmagns sem að bætist við svæðið. 600 íbúðir verða 1250 íbúðir og miðað við 1,6 bíl á íbúð er þetta tæplega 2000 bíla aukning. Umferðar- og samgöngumannvirki Reykjanesbæjar eru löngu sprungin. Okkur er svo sagt að lausnin sé að íbúar og gestir bæjarins eigi að nýta sér alla þá fjölbreyttu samgöngumáta sem í boði eru. Við hvetjum því meirihlutann bæði til að fara að framkvæma eitthvað af þeim samgöngubótum sem endalaust eru ræddar og að fara að standa miklu betur með öllum þessum fjölbreyttu samgöngumátum. Og undir þetta ritum við Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders og Helga Jóhanna Oddsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Guðbergur og orðið er áfram laust fyrsta mál, Vatnsnes breyting á aðalskipulagi. Það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fyrsta mál vinsamlegast gefið merki.
Það er samþykkt með 8 atkvæðum og Jón, þú ætlar að... Þú samþykktir, já. Það eru þá 8 sem samþykja og 3 bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá í afgreiðslu fyrsta máls. Annað mál fundargerðarinnar er einnig til sérstakrar umræðu en það ber yfirskriftina Deiliskipulagstillaga Vatnsnes, Hrannargata 2-4 og orðið er laust. Það er engin óskað eftir að taka til máls. Þau sem samþykkt geta annað mál vinsamlegast gefið merki. Bæjarfulltrúar Margrét, Guðbergur og Helga. Við erum að afgreiða annað mál. Það er hjásetta í því máli líka þannig að það er samþykkt 8-0 og 3 bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá. Já, Jón Már, þú varst samþykkur öðru. Ég ætla að fá að sitja hjá þessu. Ok, og fulltrúi umbótar situr einnig hjá. Þannig að það er 7 sem samþykja og 4 sem sitja hjá. Og þá er komið að þriðja máli fundargerðarinnar, breyting á aðalskipulagi Hvammur F3 og Seljuvogur 2A IB 33 og orðið er laust. Það er engin kveðið sér hljóðs undir því máli og við göngum því til atkvæðagreiðslu sem samþykkt geta vinsamlega skefið merki. Og þriðja máli er samþykkt 11-0. Fjórða mál fundargerðarinnar er næst á dagskrá, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja viðbygging, orðið er laust. Bæjarfulltrúar sem eru samþykkir fjórða máli vinsamlega skefið merki. Fjórða mál er samþykkt 11-0. Fimmta mál fundargerðarinnar er nú til umræðu, Hljómahöll geymsluhúsnæði, orðið er laust. Helga Jóhanna Oddsdóttir, hvers vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir 5. máli fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs geymsluhúsnæði Hljómahallar og óska eftir að eftirfarandi verði bókað. Það kemur ekki á óvart að íbúar í nágrenni Hljómahallar skuli mótmæla geymslum á lóð hússins sem þrengt hefðu verulega að opnu svæði á milli húsa og gönguleið. Í skýrslu verkefnisstjóra flutning bókasafnsins í Hljómahöll var skýrt tekið fram að meginforsenda þess að verkefni gengi upp væri bygging geymsluhúsnæðis á lóð Hljómahallar. Húsnæðið er sem sagt ekki nógu stórt til að hýsa bókasafn, tónlistarskóla og rokkssafnið sem þó rokkssafnið verði í mýflugumynd. Meginforsendan er nú brostin og ekki til neitt plan B. Að eingöngu sé vísa til viðbótarhúsnæðis á lóð sem geymsluhúsnæðis er reyndar beinlínis rangt, þar sem að ljóst hefur verið frá upphafi að tónlistarskólanum er sniðinn það þröngur stakkur í þessum breytingum að þær geymslur, innan gæsalappa leyfi ég mér að segja, sem honum voru ætlaðar á lóðinni, þyrfti að nýta sem vinnuaðstöðu starfsfólks. Í Hljómahöll eru hagsmunir þeirra tveggja stofnana sem fyrir voru fótum troðnir. Sérstaða þeirra og framtíðarsýn eru ekki tekið með í reikninginn og við höfum ítrekað rætt rokkssafnið og hlutverk þess við að laða að stóra ráðstefnur, árshátíðir og aðra viðburði. Styrkur tónlistarskóla Reykjanesbæjar og sérkenni hefur áratugaskeið falist í samspili og öflugu hljómsveitalífi. Svo eftir er tekið. Hljómahöllin var hönnuð og byggð að hluta til í kringum skólan sem tengist henni sterku tónlistarsögu og tónlistarmenningu sveitafélagsins órjúfanlegum böndum. Með þessum breytingum á húsnæðinu missir tónlistarskólinn 7 rými. Þar á meðal er æfingaaðstaða nemenda, meðal annars þeirra sem ekki búa svo vel að eiga hljóðfæri heima, námsgagnasafn skólans
sem var á teikningum verkefnahópsins ranglega tilgreint sem geymsla þrátt fyrir ábendingar starfsfólks og vinnuaðstaða kennara verður hvorki fugl né fiskur. Innan skólans starfa hátt í 40 kennarar samtímis við kennslu meirihluta vikunar. Það væri forvitnilegt að vita hversu oft sá gestafjöldi mælist samtímis á bókasafninu, sem þó tekur yfir mikið magn fermetra undir alls konar starfsemi sem ekki tengist aðgengi að bókakosti. Ljóst að mikillar óánægju gætir á meðal starfsfólks, nemenda, foreldra og fjölda bæjarbúa. Á meðan þjónusta við nemendur tónlistarskólans skert, endurtekur meirihlutinn stöðugt að verið sé að auka þjónustu við bæjarbúa með þessu gjörningi. Við í Sjálfstæðisflokknum höfum ítrekað bent á að vinna þurfi mun betur að og undirbúa ákvörðun flutningsstofnana sveitarfélagsins og taka tillit til allra mögulegra kosta í stöðunni. Engir aðrir kostir hafa verið skoðaðir í þessu tilviki og kostnaðaráætlun bæði ónákvæm eins og sjá má á samþykktum viðbótum við fjárhagsáætlun 2024 og án alls samanburðar við aðra leiðir. Mikil tímapressa hefur verið á verkefninu og rökin fyrir henni sem meirihlutin hefur meðal annars notað eru þau að þar sem að leggja á núverandi rými bókasafnsins undir bæjarskrifstofur þurfi að losa það sem fyrst enda yfirhalning á ráðhúsinu í heild í gangi. Og þær eru fjölmennar, raddir íbúa sem spurja sig og okkur bæjarfulltrúa þeirra sjálfsögðu spurningar að fyrst nemendur og starfsfólk, leik- og grunnskólana hefur getað látið sig hafa það að sinna sínum verkefnum í gámahúsum undanfarin misseri. Hvers vegna hefur ekki mátt nýta þá lausn fyrir bæjarskrifstofunar eða bókasafni jafnvel og vinna betur að heildar framtíðarsýn og uppbyggingu menningarhúsnæðis í sveitarfélaginu. Ætlar bókasafnsmeirihlutin virkilega ekki að taka eitt skref tilbaka nú þegar ljóst að forsendur verkefnisins eru brostnar og engin lausn í sjónmáli. Það hlýtur að mega fresta opnun leigumiðlunar fyrir kökuform og aðgengi að saumavélum í Hljómahöll á meðan viðunandi vinnubrögð eru tekin upp. Og undir þetta rit við bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Sanders og Guðbergur Reynisson. Takk. Takk fyrir þetta, Helga. Og orðið áfram laust 5. mál Hljómahöll geymsluhúsnæði. Einhver, viltu það? Já, ok. Herðu, nú ætlar forseti að taka fundarhlé.
Við hefjum þá aftur leika á 689. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og við erum ennþá að fjalla 5. lið í fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs sem að ber yfirskriftina Hljómahöll geymsluhúsnæði og ég vil lesa hérna bókun sem að kemur frá fulltrúum Samfylkingar, Framsóknarflokks, Umbótar og Beinna leiðar og hún hljómar svona. Við höfnum öllum þeim fullyrðingum sem framkoma í bókun Sjálfstæðisflokksins vegna höfnunar umhverfis- og skipulagsráðs á geymsluhúsnæði við Hljómahöll. Forsendur verkefnisins eru ekki brostnar og fyrirliggja tillögur arkitekta viðbyggingu við húsið til að bregðast við þörf fyrir geymslur og mun svo tillaga færa svona réttu leið í stjórnsýslunni og vera kynnt fyrir stjórnendum þeirra stofnana sem munu starfa í Hljómahöll í vikunni. Hvað varðar starfsemi tónlistarskóla Reykjanesbæjar, þá er engin fyrir sér skerðing á námsframboði skólans og hefur starfsfólk eignaumsýslunnar fundið lausnir varðandi vinnuaðstöðu starfsfólks í samvinnu við stjórnendur skólans sem rúmast innan veggja Hljómahallar. Þegar stjórnendur þeirra stofnana sem munu starfa í Hljómahöll skiluðu af sér kostnaðaráætlun var hún tekil til umfjöllunar og afgreiðslu í stjórnsýslu Reykjanesbæjar og engir viðaukar hafa verið samþykktir umfram kostnaðaráætlun. Okkur þykir miður að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins geri lítið úr starfsemi stofnana og stjórnsýslu eininga sveitarfélagsins á kostnað annarra og teljum þann málflutning ekki boðlegan. Og orðið laust 5. mál fundagerðinnar. Margrét Sanders, gjör svo vel. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjör svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hlýt að koma hérna upp og velta vöngum eftir þessa fordæma eða dæmalausu bókun meirihlutans og umbótar við bókun okkar Sjálfstæðisfólks. Við höfum átt mörg samtöl við hagsmunaaðila í hópi starfsfólks, nemenda, foreldra og annara sem að við vitnum til og mér finnst með ólíkindum að meirihluti nú með stuðningi umbótar skuli enn og aftur varpa starfsfólki sveitarfélagsins fyrir rútuna og vísa til þess að forstöðumenn skuli hafa gert kostnaðaráætlun. Forstöðumenn gerðu ekki kostnaðaráætlun flutning eða framkvæmdir við þessa breytingu. Það var verkefnastjórnin sem átti að gera það. Og ég stend hérna, ég er nánast orðlaus. Útúrsnúningurinn er þvílíkur. Í stað orðsins verða að skerða þjónustu við nemendur, notar meirihlutinn námsframboð. En nefnir ekki að nemendur sem að ekki hafa yfir stóru hljóðfærunum aðgengi að heima hafi nú ekki æfingaaðstöðu. Þrengt hafi verið að þeim. Það kom heldur hvergi fram og hefur hvergi verið samþykkt að á meðan að veggir eru brotnir hérna í húsnæði tónlistarskólans hafi verið gerð ný teikning af viðbótum við Hljómahöll. Og ég veit ekki betur en svo að hér hafi menn staðið og barmað sér yfir fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og ný framlagðri fjárhagsáætlun. Kæru vinir, ég er orðlaus og frábið mér þessa útúrsnúninga og orðatiltæki sem eiga sér enga stoð í þeim vinnubrögðum sem hafa verið viðhöfð í þessu máli. Takk. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Helga. Orðið laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, það er eðlilegt að við séum enn að ræða hér þetta mál.
Í hvert sinn sem það kemur eitthvað upp að þá heyrum við áhyggjur og erum alltaf að reyna að koma í veg fyrir að það ríki upplýsinga óreiða. Og það sem hér hefur verið sagt og það sem var lesið hér upp í bókun meirihluta og umbótar er bara rétt. Og ég hef nú verið inn í þessu verkefni síðan að verkefnastjórnin skilaði því af sér sem fulltrúi bæjarráðs og hef setið þá fundi sem hafa verið með stjórnendum þeirra stofnana sem að hér er að hefja sambúð og þar er enn einmitt verið að ræða þessa lausnir og verið að koma sér saman núna hvernig samfélagið á að vera í húsinu, hvort að hvernig opnunatíma á að vera, aðgengismál, verið að betrumbæta út frá hugmyndum stjórnenda. Við höfum lagt að áherslu að stjórnendur sé líka að koma réttum upplýsingum til síns starfsfólks og höldum því áfram af því að það eru svör við þeim spurningum og vangaveltum áhyggjum sem hér hafa komið fram og við höfum eins vel og við getum reynt að koma með svör við þeim öllum. Og rétt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs var þessu máli sem við erum að ræða hér undir, þar var byggingunni hafnað á þessum lausu einingum sem átti að fara hér á lóðina og úr varð að það kom bara ennþá betri lausn en hún hefur ekki verið kynnt, hún verið kynnt á fimmtudaginn fyrir stjórnendum en þau vissu að við myndum strax fara í lausnaleit. Og það tekur bara tíma fyrir eignaumsýsluna að hafa samband við arkitektana sem er að vinna verkefnið til þess að teikna hérna inn í, þau þurfa að bæta við hérna viðbyggingunni og núna liggja þær teikningar fyrir tillögur og þær verða eins og áður sagði teknar til umræðu á fimmtudag og í mínum huga eins og mér fannst hinn lausnin vera góð að þá er þessi mun betri og gerir það að verkum að munir sem að stóð til að ætta að flytja hérna út fyrir og inn í geymslurými utan dyra að nú verður ekki þörf á því þegar þetta hefur farið sína leið í gegnum okkar kerfi. Nú verður það bara innangengt. Og mér finnst við verða líka að gefa, því að hér er talað að það sé verið að koma einhverju söka, ég man ekki nákvæmlega hvernig orðalagi var yfir á starfsfólki að henda starfsfólki undir rútuna, að við verðum líka að treysta þeim að fá upplýsingar og taka afstöðu til þeirra, sem er nákvæmlega það sem við erum að gera. Varðandi kostnaðaráætlunina, þá var hún unnin í samvinnu við stjórnendur sem sátu í þessum stýrihóp. Svo að það sé sagt, stýrihópurinn var ekki eingöngu einhver utanaðkomandi aðili, heldur voru í stýrihópnum líka stjórnendur stofnanna. Þannig að öll unnu saman þessa kostnaðaráætlun og þegar ég kem inn í þetta verkefni fyrir hönd bæjarráðs að þá fékk ég aðgang að þeim gögnum sem liggja fyrir sem eru bara hérna opnu tímsvæði sem að stjórnendur hafa aðgang að hér er kostnaðaráætlun og þar er alveg lið fyrir lið hvað er þar undir og meðal annars atriði sem stjórnendur settu þarna sjálfur inn varðandi kaup á húsbúnaði og hér stendur til að fara líka í úrbætur sem við hefum mögulega ekki farið í ef við hefum ekki lagt að stæði þetta verkefni. En allt þetta var samþykkt á síðasta ári og er inn í fjárhagsáætlun á þessu ári þannig að ég bara algjörlega hafna því að við séum að vinna með eitthvað fjármagn sem ekki eru heimildi fyrir. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að það komi fram. Varðandi aðgengi æfingaaðstöðu fyrir nemendur að þá stóð það líka til og stendur enn til að það sé þannig að nemendur geti bókað sig í rými til þess að æfa. Og það er bara frábært að við fáum núna fleiri rými mögulega og þetta er partur af þessu sem við erum að vinna að það voru hérna 2 æfingarými og nú verða bara allar kennslustofur undir. Þannig að ef kennslustofur er ekki í notkun og þær eru ekki alltaf í notkun þó séu sem betur fyrir mikið notaðar af því við erum hérna með öflugt tónlistanám í tónlistaskólanum að þá geta nemendur bóka rými núna með öðrum hætti
og nýtt rýmin til að æfa sig. Þannig að við bara skulum ekki búa til einhvern vanda. Við viljum líka bara sjá hvernig þetta allt saman virkar og höfum trú á því að það muni virka vel. Þannig að það er alls konar í þessu og ég allavega hef ennþá trú á þessu verkefni og að það verði okkur bara til mikil sóma, en það skiptir máli að öll sé að fá réttar upplýsingar. Og þetta varandi vinnurými kennara sem ég veit að deildarstjóri eignaumsýslu hefur átt fundi með stjórnendum í tónlistarskólanum, að þar, og ég hef sagt það hér áður, að þau sem voru með skrifstofur, að þau fóru bara í lausnaleit með deildarstjóri eignaumsýslu og búið að teikna það inn að skrifstofur eru minnkaðar og þá skapast þar töluvert stórt vinnurými fyrir kennara í stað þess vinnurýmis sem að tónlistarskólinn gaf eftir. Þannig að við skulum bara, við höldum þessu verkefni áfram og við erum farin að sjá myndir, það birtust myndir með frétt af flutningnum núna í Víkurfréttum og eða allavega á VF sveitarfélagsins. Og mér líst bara vel á þetta, en ég skil það að fólk sé líka hrætt við breytingar og þá reynir líka á okkur að tryggja það að allt gangi vel. Takk fyrir bæjarfulltrúi Halldóra. Og 5. mál fundargerðarinnar orðið laust, Margrét A. Sanders kjörsval. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Já, hrætt við breytingar. Ég myndi segja að áskorun mín í lífinu er að vera of mikið tilbúin í breytingar. Að slaka bara eins á og vera ekki alltaf að breyta, heldur bara svolítið að vinna áfram með það sem maður er með og skoða hlutina vel. Og það hefur bara reynst mér vel að það hefur verið sparkað í rassinn á mér og bara sagt reynum þetta fyrst eða undirbúum það betur. Og þegar að fara í stefnumótun þá langar mig ofta að fara fyrst í aðgerðalista. Bara drífum þetta af, förum í aðgerðalistan, klárum bara aðgerðirnar. En auðvitað veit ég betur. Ég veit að það þarf að vera stefnumótun og síðan fer maður í aðgerðir. Og þá er maður að draga fullt af fólki að og vinnur vel grunninn til þess að hægt sé að fara í aðgerðir. Af hverju erum við á þessum stað í dag að bærinn sem ætlar að byggja geymslur hérna fyrir utan hafnar beiðni sinni geymslur? Af hverju gerist það? Af hverju er það þannig að það þarf að samþykkja viðbót við fjárhagsáætlun varðandi verkefnið? Það er ekki vegna þess að það er eitthvað að þetta hafi ekki komið einhverja upphæði fram. Það er vegna þess að verkefnið er að breytast. Það er verið að vinna það ennþá eftir að búið er að taka ákvörðun hvernig verkefnið á að vera. Er þetta vel undirbúið? Að mínu mati ekki. Og það var það sem við erum að leggja mestar áherslu á í okkar málflutningi auðvitað er það eitt. Við erum ekki sammála þessu. Við vildum halda hljómahöllinni. Við vildum hafa stórkostlegt hljómahallarhús með tengdu músík hlutum og tónlistarhlutum. Það var okkar framtíðarsýn og töldum að rocksafnið þurfti að vinna miklu betur með það og að fá meira í markaðssetningu. Það voru mikil vonbrigði okkar frábæri tónlistarmaður, Sverrir Bergmann, sem í meirihluta, bæjarfulltrúi Sverrir Bergmann, sem í meirihluta, hefur verið mikið í forsvari með að draga úr þessu og koma bókasafnarnir inn. Af því að maður einhvern veginn hafði þá sýn að tónlistarmennir okkar væri þarna á bakvið. Kannski er þetta bara frábær hugmynd, kannski er þetta bara algjörlega frábær hugmynd og þá er það bara flott og það er eitthvað sem þið eru að gera. Gagnrýnin núna snýr ekki að þessu, ekki að því að vera með bókasafni hérna, við erum búin að tala um það. Við erum að tala undirbúninginn og ákvarðanir varðandi hvernig á þetta að vera. Nú er búið að loka
innganginum að rokkssafninu. Nú ekki hægt að nota hluta af því svæði varðandi árshátíðir eða annað. Það erfitt að bóka því að það ekki öruggt hvernig það verður vegna þess að það hafin vinna. Það hafin vinna við þetta en við erum ekki ennþá búin að klára undirbúningsvinnuna. Það ágreiningurinn. Núna. Ég heyri það að þið eru mjög spennt fyrir þessu og það vel, enda hefur þess vegna verið sagt við okkur og þið verið kölluð bókasafnsmeirihlutin. Af hverju? Skoðum aðeins, ég vil fyrst hæla meirihlutanum og okkur öllum. Fjárhagsáætlunin fyrir 2024 var það vel unnin og hefur sjaldan verið svona vel unnin að það eru mjög fá atriði sem þurfti vera samþykkja sérstaklega sem viðauka. Það vel, það eru góð vinnubrögð. En hvað búið að samþykkja, hvað var samþykkt sem viðauki við fjárhagsáætlun 2024 árið sem að klárast? Það voru 3 atriði í rekstrinum. Samtals 24 milljónir króna. Þar af flutningur á bókasafni 14 milljónir. Í fjárfestingarhlutanum var einungis samþykkt 3 atriði sem viðbóti fjárfestingu. Algjörlega frábært líka að sé ekki vera að þetta unnið það vel að það á ekki að þurfa. En það sem merkilegt að 2 af þessum 3 tengjast bókasafni, annars vegar flutningabókasafni 155 milljónir og búna að kaupa í stapasafni, bókasafni. Kemur þarna líka inn. Furða að okkur finnst í leggja mikla áherslu á bókasöfn. En það líka flott, ég meina það ekki eins og við sem eitthvað á móti ykkurum bókasöfnum. Kannski ætti að kalla þetta eitthvað annað en bókasöfn, þannig að þetta miklu meira eins og kemur fram í bókun. Þetta verkstæði líka eins og maður kallar það stundum. Það hægt að sauma og baka eða skoða eða leigja eða smíða eða eitthvað svoleiðis. Það alls konar hlutir sem eru komnir inn í bókasöfn og það vel. Aðeins varðandi starfsfólk. Þetta auðvitað þola margir illa breytingar. Það eðlilegt. En þegar það ekkert búið að funda með starfsfólki tónlistarskóla sem þetta býtur mest þessar breytingar síðan í vor 2024 í heilsinni, það vont. Þá verður óöryggi og svo framvegis. Þannig að við leggjum áherslu á að upplýsingunum sé haldið til haga. Eflaust hefur verið rætt við einhvern, veit að skólastjóri fór í veikindaleyfi einhvern tímann á tímabilinu. En það var aldrei sagt í okkar bókun að það væri farið út í einhver fjárútlát án samþykktar. Það var gerður viðauki við fjárhagsáætlun. Það algjörlega þannig. Aftur, núna við að horfa á vinnubrögðin, undirbúningin, akkur var ekki skoðað einhvern annan möguleika, hvaða möguleiki var bestur, niðurstaðan hérna. Það bara búinn hlutur, þið ætlið ykkur að koma bókasafni hérna inn, klárum þá undirbúningin almennilega áður en farið af stað. Það allan að lágmark. Takk fyrir bæjarfulltrúi Margrét. Orðið áfram laust. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég bara hef ekki upplifað uppnefni og reyndar ekki í minn garð. Ég hef aldrei upplifað uppnefni í minn garð en ég bara hef ekki upplifað að það sé verið að uppnefna frá því í barnaskóla. Þannig að bara að segja það hér. Meirihluta bókasafns meirihlutin. Og þar erum við að tala að það verkefni sem við vissum að var farið að stað á síðasta ári. Það voru allir með fulla meðvitund það að það þyrfti að koma til viðauka á síðasta ári af því að hér var verið að tala fjárhagsáætlun á þessu ári. Við skulum ekki rugla því saman. Og viðauki á síðasta ári.
upp á þarna eins og bæjarfulltrúi Margrét kom inn á 155 í fjárfestingum og 14 milljónir í fjárhagsáætlun sem eru 169 milljónir. Af hverju erum við ekki uppnefnd íþróttameirihlutin? Þú veist, við erum að fara hérna í marga milljarða uppbyggingu íþróttamannvirkjum. Ef ég fæ að velja mér uppnefni, að þá vil ég freka velja það. Bara í alvörunni. Hvar erum við stödd? Við erum bæjarstjórn í 4. stærsta sveitarfélagi landsins. Inn í þessum fjárfestingum, að ég ætla bara aðeins að lesa hérna upp. Þetta ekki með leyfi forseta því að þetta ekki beint upp úr einhverju ákveðinu, þetta bara upp úr punktunum mínum. Breytingar sem þörfar á að fara hérna í þessu húsi inn í þessu. Loftræsting, hljóðvist, felliveggur hérna sem hefur ekki haldið. Við heyrum yndislega tóna hérna úr Stapa sem muni áfram vera hérna, sem betur fer. En það þarf að endurnýja hérna hluti. Þeir tengjast bókasafni ekki neitt ef við ætlum að halda því til haga. Það hefði þurft að fara í þessa fjárfestingar, hvort sem var, en við erum líka að nýta tækifærið til þess að fara í þessa framkvæmdir. Ný útdraganleg stúka í Bergi. Það eru miklu fjármunir sem eru settir í það. Og Berg verður áfram notað í Hljómahöll, verður áfram notað í tónlistaskólanum, örugglega einstaka viðburðir sem að tengjast bókasafninu, en það mun allt vera í samráði við þann sem stýrir Hljómahöll, hvernig bókun í þessum rýmum fer fram. Bara þannig að við erum að taka eitthvað hérna. Mér finnst þessi umræða allavega ekki vera okkur til framdráttar og verkefnið var samþykkt, við samþykktum viðauka í fjárhagsáætlun, við erum að reyna að vinna þetta eins vel og við mögulega getum, við erum byrjuð á framkvæmdum, við erum að reyna. En ég ætla að segja það enn einu sinni, ég hef trú á þessu verkefni og af því að ég hef verið að vinna inn í þessum hóp og við höfum verið að sjá teikningar og við þurfum að fá það núna þessa nýjustu sem að við erum að vinna eftir og þá segir við að við skulum bara óska eftir því að það verið tekið inn í bæjarráð, bara nýjustu teikningar til kynningar. Það er stórkostlegt að sjá hvernig það kemur út. Takk fyrir bæjarfulltrúa Halldóra, Sverrir Bergmann, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir bæjarfulltrúar, ég ætla bara að koma upp að því að nafn mitt var dregið hérna sérstaklega fram áðan og ég starfa einnig sem tónlistarmaður eins og bæjarfulltrúi Margrét Sanders kom inn á. Og mér þykir nú leitt að hún sé að segja það vonbrigði að ég sé verið fylgjandi þessu verkefni, en sem faðir, sem nýbúi í bænum og sem tónlistarmaður, þá finnst mér þetta verkefni frábært. Við erum að opna tónlist fyrir alla. Og þá meina ég alla, ekki bara sérvalda. Hér eru salir sem þetta er nota allan daginn. 2 salir, geggjaði salir. Stapi einhver flottasti 700 manna salur landsins. Þetta veit ég er búinn að starfa þarna bæði sem tónlistarmaður, sem viðburðarhaldari og margt fleira. Ég vil opna þetta rými, ég vil að komist fleiri að, ekki bara einhver fyrirtæki út í bæ sem selja inn á sína. Við viljum þetta fyrir bæjarbúa. Þetta hús, Stapinn, var byggður sem félagsheimili og mér hlýst bara mjög vel á að gera því aftur. Menningarmiðstöð, fyrir alla í bænum. Þið ættu að fara og skoða dagskrá bókasafnsins. Þau eru líklega sú stofnun sem hefur hvað flesta viðburði og verið að tala 40 manns hérna áðan, hvort það sé nokkuð tíma að koma svo margir saman. Þegar þeir hafa verið leggja fyrir sig að auglýsa sína dagskrá þegar það eru 300-400 manns sem eru að mæta á viðburði í bókasafninu, þar sem það er í dag. Þetta er frábær hugmynd og ég mun standa með henni alla leið og ég vona að ég fá að spila hérna, ef ekki þá mun ég hvetja aðra til þess eins mikið og ég get. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sverrir og við erum ennþá að afgreiða 5. mál í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, Hljómahöll geymsluhúsnæði og orðið er laust. Já, forseti veitir Helgu Jóhannu bæjarfulltrúa heimild til að koma upp í 3. sinn undir umræðinu. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir, kæri forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég skal hafa þetta stutt. Ég kem hérna upp í kjölfar bæjarfulltrúa Sverris Bergmanns sem að bendir réttilega á að hér má
heldur betur vera meira líf. Það hefur bara ekkert borið að vilja meira hlutan synga til að koma meira lífi í hljómahöllina. Það þarf ekki að setja bókasafn í hljómahöllina til þess að auka aðgengi almennings af þessum sölum. Þeir eru ekki nýir, þeir hafa verið hérna allan tíman. Meiri hlutin hefur haft 10 ár rúmlega til þess að koma þessum áherslum sínum á að opna hljómahöllina betur fyrir gestum og gangandi. Það hefur ekkert með bókasafn að gera. Eins er augljóst að það er engin framtíðarsýn meirihlutans í menningarmálum sveitarfélagsins þar sem að við erum hérna með risastórt menningarhús nú þegar sem hefur ekki verið nýtt sem skildi. Við erum með annað menningarhúsnæði hérna víða bæ sem er heldur ekki nýtt sem skildi. Ég var í undirbúningsnefnd þessa verkefnis. Það var engin vilji til að fara í heildstæða skoðun á því hvernig menningarhúsnæði sveitarfélagsins ætti að nýtast okkur sem best og hvað þyrfti að hafa í huga. Bara svo því sé haldið til haga að allt sem að hæstvirtur bæjarfulltrúi Sverrir Bergmann nefnir svo réttilega hérna áðan, meirihlutanum hefur verið í lófa lagið að gera þessar breytingar allan sinn feril í meirihluta hér. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Helga. Orðið áfram laust 5. mál. Bæjarfulltrúi Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, já, ég vil taka bara undir orð bæjarfulltrúa Margrétar að við þurfum að passa okkur aðeins. Við erum einhvern veginn að hanna breytingarnar og breyta as we go í staðinn fyrir að stoppa og aðeins hugsa þetta. Við erum endalaust að breyta og grípa niður þar sem að verið er að kvarta og ég gekk nú hér daginn með starfsfólki og því líður bara alls ekki vel í þessum aðstæðum. Þannig að þurfum að taka starfsfólkið umfram allt og kannski aðeins stoppa, hugsa þetta aðeins betur að því ég er ansið hræddur að þetta muni kosta okkur fullt af peningum sem við vorum ekki búin að undirbúa og við munum missa dýrmætt starfsfólk. Þannig að stoppum aðeins, hugsum þetta, teiknum þetta upp á nýtt. Takk. Takk fyrir Guðbergur. Orðið er laust. Þá set ég punktinn aftan við umræðuna 5. mál fundargerðarinnar, hljómahöll geymsluhúsnæði og við biðja á bæjarfulltrúa sem eru samþykkir 5. máli vinsamlegast að gefa merki. Já, við erum að samþykkja höfnununa á geymsluhúsnæði á lóðinni. Og það er samþykkt 11:0 eftir alla þessa yfirferð. Við vorum... Ég ætla að skýra að hverju við erum að samþykkja það. Bæjarfulltrúi Margrét Sandes vill koma hérna út og gera grein fyrir atkvæði sinu, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir, ástæða þess að ég kem hér upp er undrun þess að við skulum samþykkja það. Við vorum ekkert að tala með geymslunum, við erum að tala vinnubrögðun og þessi að geymslur, og það kemur fram í okkar bókun að við erum ekkert hissa því að íbúar hafi gert athugasemd við þetta miðað við umfangið og hvernig þetta truflar þeirra hús, útsýni og fleira og þrengir að gönguleiðum. Þannig að við samþykkjum að sjálfsögðu að fara að ábendingum og athugasemdum íbúa og samþykkjum að þetta geymsluhúsnæði rísi ekki og því verði hafnað. Takk. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Margrét og já, þannig að allir bæjarfulltrúar á fundinum samþykktu afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs í 5. máli. 7. mál fundargerðarinnar Selás 18 er nú til afgreiðslu. Orðið er laust. Það er engin kveðið hljóðs, þeir sem samþykkt geta 7. mál vinsamlega skifið merki. 7. mál er samþykkt 11:0. 7. mál fundargerðarinnar ber yfirskriftina Heiðarsel færanlegar kennslustofur við leikskóla. Orðið er laust. Það
Það engin óskað eftir að taka til máls, þeir sem samþykkt geta málið, vinsamlegast gefið merki. Og 7. málið samþykkt 11.0. Þá komið að afgreiðslu 8. máls úr fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, Bergvegur 14, orðið er laust. Það engin óskað eftir að taka til máls, þeir sem samþykkt geta málið, vinsamlegast gefið merki. 8. mál er samþykkt 11.0. 9. mál fundargerðarinnar. Aðkomuvegur að Eldisgarði á Reykjanesi er síðasta sértæka málið til umræðu og afgreiðslu. Orðið er laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 9. mál vinsamlegast gefið merki. Samþykkt 11.0. Þá komumst við loksins að því að gefa orðið laust fundargerðin í heild sinni. Orðið laust. Guðbergur Reynisson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna því að verið sé að byggja upp Nesveginn, bæði sem öryggi fyrir okkar bæjarbúa í þessum hremmingum sem við erum hérna á Reykjanesinu og líka fyrir þetta risa eldi sem er að byggjast upp á Reykjanesi og ég get nú ekki annað en verið bara ánægð með það að það sé ennþá í fullum gangi og verður spennandi að fylgjast með því eins og við sjáum að þarna er aðkomuvegur að fiskeldinu og þeir eru búin að fara algjörlega eftir okkar tillögum, hvernig þeir eiga að leggja veginn nálægt stömpunum og þessum umhverfis öllum þessum perlum sem við eigum hérna út á Reykjanesinu. Þannig að það er svo sem allt að ganga upp sem við höfum verið að biðja og uppbygging á þessum vegi er stórkostlegt afrek. Þannig að ég vil bara fagna því og gott að við erum öll að standa saman í þessum samgöngumálum hérna á svæðinu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Guðbergur og ég vil gjarnan fá að taka mitt undir hans orð varðandi hversu ánægjulegt það er að sjá að við skulum vera að sjá framgang í þessum atvinnuverkefnum sem að kannski staða mála á Reykjanesi hafa oft svona sett spurningamerki við það og fengi menn til að endurmeta hlutina en þarna er sannarlega verið að setja töluverðan kraft í mikla uppbyggingu út á Reykjanesi og það eru allir að spila í takt með þetta. Vegagerðin er að koma þarna inn og átta sig að við þurfum að styrkja ákveðna vegtengingar og það fyrirtæki sem er að standa að uppbyggingunni lætur ekki bilbu á sig finna. Mér þykir það mjög ánægjulegt. Orðið er áfram laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs og göngum við því til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina frá síðasta fundi, vinsamlegast gefið þess merki. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs er samþykkt í heild sinni 11.0. 3. mál á dagskrá er fundargerð menntaráðs frá 10. janúar 2025, orðið er laust. Sverrir Bergmann, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur, kem hér upp undir fundargerð 381. fundar menntaráðs frá 10. janúar síðastliðnum og ætla að renna þar stuttlega yfir nokkuð mál. Það fara þar fyrst í 3. mál, úthlutun fjármagns til grunnskóla en Haraldur Axel Einarsson, grunnskólafulltrúi, kynnti lokaverkefni sitt til meistaraprófs í stjórnun menntastofnana. En verkefni fjallar verklag sveitarfélaga við úthlutun fjármagns til reksturs grunnskóla og eignarhald skólastjóra í því ferli. Í framhaldi hefur Haraldur verið að þróa fastmótað úthlutunarlíkan sem að tryggir sanngjarna dreifingu fjármagns til grunnskóla á grundvelli fyrirframgefinna forsendna. Líkanið skal stuðla að auknum sveigjanleika, gagnsæi í fjárhagsáætlunargerð og samhljómi milli skólastjóra, menntaeyfirvalda og pólitískra aðila. Helstu áherslur eru að tryggja að allir hlutaðeigandi hafi sömu sýn á úthlutun fjármagns, auka eftirlit með nýtingu fjármuna og svo síðast en ekki síst að veita skólastjórum nauðsynlegt svigrúm til þess að mæta þörfum nemenda og vinna með áherslu skóla án óþarfa íþyngjandi skilyrða. Markmiðið er að skapa kerfi þar sem allir aðilar eru sáttir við aðferðir við úthlutun og niðurstöður hennar með það að leiðarljósi að efla gæði skólastarfsins og þjónustu við nemendur. Og þakka Haraldi mikið fyrir þá vinnu og hlakka til þegar þetta úthlutunarlíkan verður tekið hér
í gagnið. Nú svo það 4. mál útfærsla á nýju fyrirkomulagi í leikskólum en leikskólafulltrúi fór yfir nýtt fyrirkomulag sem tók gildi í leikskólum sveitarfélagsins frá og með 1. janúar 2025. Fyrirkomulagi sem var samþykkt í bæjarráði í október á nýliðnu ári felst í því að skrá þar börn í leikskólavistun í Dymbilvíku og í vetrarfríum að hausti og vori. Þeir foreldrar sem ekki nýta þessa skráningadaga fá afslátt af leikskólagjöldum sem því nemur. Nú 5. mál það var að sundlaug Stapaskóla, staða framkvæmda og fyrirkomulag sundkennslu. En sviðsstjóri menntasviðs og skólastjóri Stapaskóla gerðu grein fyrir stöðu framkvæmda við sundlaug Stapaskóla og fyrirkomulag sundkennslu. Börn í Stapaskóla hafa verið að fara að sækja sundkennslu í Vatnaveröld og hefur samstarfið þar gengið vel. Vonir standa til þess að sundlaugin verði svo tilbúin í mars og sundkennsla geti þá hafist á öðrum ársfjórðungi þessa árs. Nú lokum þá að 7. mál, vika 6, forvarnir í grunnskólum. En aðstoðarskólastjóri Akurskóla mætti á fundin og kynnti verkefnið vika 6 sem árlegt átak og fer fram í grunnskólum Reykjanesbæjar í 7. viku hvers árs. Áhersla er lögð á kynfræðslu og forvarnir gegn kynbundnu og kynferðislegu áreiti og ofbeldi á unglingastigi skólana. Könnun er lögð fyrir nemendur og foreldra ár hvert til að athuga hvað áherslu þau vilja að séu í verkefninu. Í könnunni ár, sem var þó ókláruð þegar þetta erindi kom fram, voru nemendur og foreldrar sammála að mestu skiptir að skoða samskipti og sambönd. Næst þar eftir vildu nemendur frekari fræðslu hvað varðar kynlíf, kynheilbrigði og æxlun, á meðan að foreldrum þótti næst mikilvægast að fá frekari fræðslu hvað varðar öryggi og ofbeldi fyrir börnin sín. Nú frábært verkefni hér á ferð, þar sem nemendur og foreldrar fá að hafa áhrif hvað er tekið fyrir hverju sinni og fulltrúi ungmennaráðs í menntaráði hvaðst vilja frá meira af svona verkefnum þar sem að ungmenni fá að hafa áhrif á hvað þau læra. Takk. Kæra þakki fyrir. Orðið er laust fundargerð menntaráðs frá 10. janúar. Margrét A. Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Mig langar fyrst að nefna eða fara þess yfir út af öðru máli, breyting á skóladagatali Myllubakkaskóla. Að núna er janúarmánuður og það er verið að breyta starfsdögum sem áætlaði voru 9., 10. og 11. apríl og færa þá til 30. apríl, 2. maí og 14. maí. Og ástæðan fyrir að ég að nefna þetta svona er ekki að það með ekki færa, heldur finnst mér þetta aðeins lítill fyrirvari, erfitt að hafna þessu, skil það, en ég hefði viljað sjá að menntaráð samþykki breytinguna en leggur áherslu á svona tilfærslur sé undantekning, frekar heldur en regla. Af hverju ég að segja það? Ég veit að margir foreldrar að nýta þetta til þess að ferðast með börnin sín, vilja ekki taka þau úr skóla og jafnvel búin að kaupa sér ferðir eða panta sumarbústað eða einhvað annað og ætla að eyða tíma með fjölskyldunni. Þannig að það er mjög vont að fá svona breytingar með svona stuttum fyrirvara. En það er væntanlega vegna þess að starfsfólki var að fara í námsferð og það urðu fyrir breytingar á því, þannig að ég ekki að segja og mótmála því að þetta verið samþykkt, en það þarf að brýna fyrir skólastjórnendum að þetta sé undantekning en ekki regla. En aðalmálið sem var til þess að ég kom hérna upp var 4. mál, útfærsla á nýju fyrirkomulagi í leikskólum. Þetta nýja fyrirkomulag var samþykkt að mig minnir af allri bæjarstjórn og að gera þetta til pröfu. Við vitum að leikskólakennarar, eða starfsfólk í leikskólum, allt er með 30 daga sumarfrí og síðan eins og bara flestir, eða ekki flestir, hjá ríkinu og hjá sveitarfélögum en minna á almenna markaðnum. Síðan eru 22 dagar sem má telja í styttingu í leikskólum og ofan á það er komin mikill undirbúningstími leikskólakennara. Þetta allt var til þess að við erum í vandræðum með að koma fyrir eða hafa bara hreinlega starfsfólk og manna leikskólana. Og þannig að það er farið sem sagt í þetta tilraunaverkefni að þá að skrá börn
í leikskólavistun í Dymbilviku eða síðustu vikuna fyrir páska og þegar að vetrarfrí er á haustan og voran. Þannig erum við að ná hlutastyttingunni. Þannig að ef er einhver að hlusta að það er ástæðan. En það sem að var talað hér í bæjarstjórn og við sjálfstæðismenn lögðum áherslu á og örugglega fleiri var að það yrði ákveðin sveigjanleiki varðandi skráninguna. Að það er þannig að það er mánuður sem er gefinn og ég held meira að segja í kjarasamningum eigi svona vaktavinnuplan að vera mánuði fyrir tilbúið en við vitum það að í fluginu að þá er það jafnvel getur orðið minna og breytingar, mikla breytingar hjá starfsfólki sem er í fluginu. Eins er það mikið heilbrigðisstarfsfólki sem hefur lýst yfir áhyggjum út af þessu. Vegna þess að það bréf sem sent var í nafni sviðsstjóra menntasviðs, þá kom fram að þetta væri ekki væri hægt að breyta. Og mér finnst það, eða okkur finnst það vera kannski á skjön við það sem við ræddum, að það væri undantekninga breytingar yrðu ef að menn hafa góða ástæðu til að breyta, að þá er það í lagi. Hitt er að það var umræða hærri gjöld á þessum dögum ef að foreldrar skráðu börnin sín, en mér skilst að það sé ekki, þannig að þetta verður bara þá óbreytt gjald fyrir þessi leikskólabörn sem að eru á staðnum í Dymbilviku og í haust og vorun í vetrarfríi, en hjá hinum þá lækkar gjöldin. Þetta mætti líka koma betur fram. Þannig að þetta er tilraunaverkefni og skiptir miklu máli að vel takist til. Og það er vont þegar að verður mikil andúð með þessa breytingu, kannski að menn átta sig ekki á þetta tilraunaverkefni og líka þetta, ef það virkar á foreldra að það sé mikil stífni sem að er ekki, því að okkur skildist að það væri ekkit mál að breyta eða skrá barnið ef að verður breyting á vinnu, en það er þá eðlilegt að nefna það, því að sumir eru svo samviskusamir ef stendur að megi ekki, þá gera það ekki. En okkur langar til þess að bóka hérna frá okkur varðandi þessa útfærslu og bókunin hljómar eða er eftirfarandi. Þegar ákveðið var að fara í tilraunaverkefni í leikskólum Reykjanesbæjar varðandi skráningu barna í leikskólavistun í Dymbilviku eða síðustu viku í páska og vetrarfrí á haust og voran, lagði Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á að sveigjanleiki verði í skráningu barna. Í bréfi frá sviðsstjóra menntasviðs til foreldra segir eftirfarandi, og þarna er ég með beina tilvitnun. Ef foreldrar skrá ekki vistun barns innan auglýsts tíma er litið svo á að það sé í fríi á umræddu tímabili og þá greiða foreldrar ekki fyrir þessa daga. Opna verður fyrir skráningu á þessum dögum með mánaðar fyrirvara og verður hún opin í viku. Athugið að skráningin er bindandi og beinni tilvitnun lýkur. Sjálfstæðisflokkurinn veit að ákveðnir starfshópar fá vinnuáætlun sína með stuttum fyrirvara eða búa við það að breytingar eru gerðar á vinnuáætlun eftir að hún er gefin út. Því þarf að benda foreldrum á möguleika á sveigjanleika ef svo ber undir. Einnig þarf að kynna þessa breytingu miklu betur, svo sem að starfsfólk fylgir börnum í aðra leikskóla og að þetta feli ekki meiri kostnað fyrir foreldra í för með sér. Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir því að bæjarstjóri vinni áfram í málinu í samvinnu við sviðsstjóra menntasviðs og leikskólafulltrúa. Við höfum þegar bent á mikilvægi þess að viðhorf foreldra eða forráðamanna og starfsfólks verði kannað og mælt í lok þessa tilraunaverkefnis og treystum því að svo verði. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Helga Jóhanna Oddsdóttir Sjálfstæðisflokki. Ég gleymdi að nefna að það er einhver misskilningur í gangi varðandi að einn leikskóli verði opinn og börn verði að færða einhvern veginn til og þarna er einungis verið að nefna að það þarf kannski að láta foreldra vita eins og við fengum kynninguna að það væri einhvað starfsfólk á ákveðnu leikskólum eða að vera allavega einhver frá
öllum leikskólum sem myndu þá, eða þar sem börn fara, þau myndu fara með í þennan ákveðna leikskóla. Ég vona að það hafi skilist það sem ég var að segja. En bara vegna mikill ágreinings í bæjarstjórn í fyrri bókunum og umræðum að þá þetta vinsamleg ábending og vonandi erum við að mestu sammála þessi atriði. Takk. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Margrét. Orðið laust fundargerð menntaráðs frá 10. janúar 2025. Það ekki fleiri sem hafa kveðið sér ljós. Þeir sem samþykkt geta umrædda fundargerð menntaráðs vinsamlega skeiðmerki. Fundargerðin samþykkt 11.0. 4. mál, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 14. janúar 2025. Orðið laust. Valgerður Sverrisdóttir Björnsvel. Pálsdóttir. Virðulegi forseti, ég ekki gengin í Framsóknarflokkinn. Já, takk fyrir það. Herðu, mér langar bara aðeins að renna stuttlega yfir nokkuð mál sem voru rædd á síðasta fundi íþrótta- og tómstundaráðs. Fyrst langar mig að nefna mál 2, málefni Vélhjóla Íþróttafélags Reykjaness. En þar fer fram mjög metnaðarfullt starf sem Sigurður Örn Stefánsson og Júlíus Ævarsson halda utanum. Það var virkilega gaman að heyra kynninguna frá þeim, en þeir eins og svo margir í íþróttahreyfingunni sinna þessu starfi af mikilli ástríðu. Þarna eru 30 börn og ungmenni að æfa motocross og enduro í Sólbrekku þar sem félagið hefur útbúið nokkrar brautir og félagið býður upp á æfingar í 26 vikur á ári og sumarnámskeið fyrir börn meðal annars. Markmiðið fyrir árið 2025 að geta haldið mót, bætt við fleiri æfingum og sumarnámskeiðum en til þess að það sé hægt þarf að bæta aðstöðuna við Sólbrekku. Núna sem sagt engin félagsaðstaða og ekki einu sinni klósett aðstaða fyrir iðkendur. Við í IT-ráði lögðum til, reyndir í samstarfi við umhverfis- og framkvæmdasvið að finna lausnir á þessu, en það verður krefjandi þar sem þarna ekkert vatn eða rafmagn. Við fólum íþrótta- og tómstundafulltrúa að vinna áfram í málinu og erum bjartsýn á að það finnist farsæl lausn á næstu mánuðum. Mál númer 3 samningur við Íþróttabandalag Reykjanesbæjar íþróttaþjálfun barna og ungmenna árið 2025. Við viljum vekja athygli á því að samningsupphæðin sem eru tæpar 25 milljónir sem Reykjanesbær leggur til hefur ekki hækkað síðan 2018, ekki vísitölutengd og tekur ekki mið af aukningu iðkenda milli ára. Ráðið ætlar að skoða þetta sérstaklega í næstu fjárhagsáætlunargerð en það ljóst að það allavega ekki fjárhagslegir hvatar fyrir deildir og félög að fjölga iðkendum þegar samningarnir ekki að hækka í takt. Mál númer 4, þar ræddum við áheyrnarfulltrúa í íþrótta- og tómstundaráði. Bæjarráð vísaði málinu til umræðu í IT-ráði en það fjallar hvort 2 stærstu íþróttafélög sveitarfélagsins Keflavík og Njarðvík ættu að hafa seturétt á IT-ráðsfundum sem áheyrnarfulltrúa með málfrelsi. Þetta var pæling til að tryggja upplýsingaflæði í báðar áttir þegar kemur að stórum ákvörðunum og efla traust, auka samráð og gagnsæi. Eftir umræður og samráð við framkvæmdastjóra félagana tveggja var ákveðið að ekki skyldi hafa aðila frá félagana sem fasta áheyrnarfulltrúa en að ráðið myndi fyrir hvert fund meta þörfina fyrir áheyrnarfulltrúa frá félagunum og þá þeim boðið þegar mál þau varða eru rædd. Áfram verður áheyrnarfulltrúi Íþróttabandalags Reykjanesbæjar á fundum ráðsins og í því samhengi vildum við í ráðinu hvetja til þess að í næstu fjárhagsáætlunargerð verði horft til þess að styðja fjárhagslega við IRB, sérstaklega líka vegna aukinnar ábyrgðar Íþróttabandalaga land allt við að útdeila styrkjum og fleira sem verður haft með í rökstuðningi til bæjarstjórnar fyrir haustið 2025. Í máli 7 var farið við framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja á svæða. Þarna var í raun bara lagt fram fundaplan með hagsmuna aðilum sem muni deila aðstöðu við afreksbraut sem uppbyggingarsvæði bak við Reykjaneshöllina. Við áttum svo nokkur aukafund, nokkur í bæjarstjórn með fulltrúum knattspyrnudeildar Njarðvíkur sem var mjög góður og bara eins og hjá vélhjólamönnunum að þá skein í gegn einlægur metnaður fyrir því að gera umgjörð og starf deildarinnar betra. Og eins og með Keflavík og IRB verður áfram unnið með þessum helstu aðilum að hönnun svæðisins. Einnig veit ég að fundur með ungmennaráðandi varðandi svæðið á döfinni.
til að ljúka þessari samantekt að þá vildi ég bara svona rétt snert á máli 8, ég hef nú talað um það hérna áður. Þar fór íþrótta- og tómstundafulltrúi yfir verkefni sem við erum nokkur að vinna að upp á Ásbrú. En næsta mánudag fer sem sagt fram fyrsta skrefið í upplýsingaöflun vegna aðgerða áætlunar sem við erum að vinna til þess að fjölga börnum af erlendum uppruna í íþróttum og tómstundum. En við erum að nýta foreldrasamtalsdag í Háaleituskóla þar sem þáttakan hefur mælst hve lægst til þess að kynna íþrótta- og tómstundastarf fyrir nemendum og foreldrum og leggja fyrir foreldrakönnun til að fá fram þær hindranir sem eru til staðar, svo sem fjárhagslegar áskoranir, skortur á samgöngum eða eitthvað annað. Já, þá bara hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir bæjarfulltrúi Valgerður Björk Pálsdóttir. Orðið laust fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs. Það ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs. Jú, nú kemur Guðbergur. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Guðbergur. Forseti, bæjarfulltrúar, ég verði að taka undir með bæjarfulltrúa Valgerði. Við ættum að vera fyrir löngu búin að hækka þjálfunarstyrki og þegar ég var formaður IRB þá við stofnuðum til nefndar og það virðist nú vera vinsælt hjá til dæmis þessum meirihluta að vera stofnað endalausar nefndir en við stofnuðum til nefndar það að reyna að fá hækkun á þjálfunarstyrkjum sem að fundaði svo með bæjar meirihluta þá, ég man ekki hvernig þetta var, 2019 held ég, og það var ekki vilji til hækkunar þá og ég var svolítið hissa að sjá að samningurinn væri ennþá eins og þú bæjarfulltrúi Valgerður að það væri ekki ennþá búið að hækkan úr 24,9 sem hann var þá og allt og lágt þá og við erum endalaust búið að fjölga í íþróttahreyfingunni og fjölga félögum og við hljótum öll að vera sammála því að íþróttir eru besta forvörnin þannig að við eigum auðvitað að vera að leggja miklu meira í þetta og við lögðum líka til 2019 þá kom ég með þá hugmynd að við myndum búa til starf framkvæmdastjóra innan IRB eða leggja eitthvað til þess að það gæti verið launað af því að ég held að IRB sé að verða með eina bandalagið á Íslandi sem ekki með launaðan starfsmann og þó erum við með þetta stórt svæði. Þannig að klálega verðum við að fara að gera betur og ég bara ætla að koma með þér í þessa vegferð, bæjarfulltrúi Valgerður. Varðandi framtíðar uppbygginguna að þá erum við svona einhvern veginn búin að vera stofna til endalausra nefnda þar og starfsnefnda og ráða og ég var að hugsa gætu við hérna óbreyttir bæjarfulltrúar fengið einhverja kynningu á því fljótlega hvar þetta verkefni statt í alvöru. Mér finnst þetta svona einhvern veginn, nú segir bæjarfulltrúi Halldóra Fríða hérna áðan að við viljum kalla okkur eða þið viljið kalla okkur íþrótta meirihlutan. Ég væri hérna til í að fá kannski fljótlega að sitja einhvern fund og bara fá að sjá hvað erum að vera þarna, hvort að öll íþróttahreyfingin með og hvort að þetta allt í góðum málum. Þetta eru margir milljarðar og við þurfum eins og í öðrum málum að hugsa þetta vel og með íþróttahreyfingunni. Takk fyrir. Orðið laust fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs. Bæjarfulltrúi Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég ætla að leyfa öðrum að svara sem eru í vinnuhópnum varðandi afverksbrautina sem hérna bæjarfulltrúi en mér langar bara að leiðrétta eitt af því að hér var sagt að hérna meirihluti hafi sagt að við viljum að við séum kölluð íþrótta meirihlutin. Það sem ég sagði áðan hérna undir öðru máli var að ef það ætti að uppnefna meirihlutan að þá ætti kannski frekar að velja íþrótta meirihlutan vegna umfangs þess verkefnis og þess fjármagn sem að í það verið að setja frekar en bókasafns meirihlutin. Þannig að bara leiðrétta það. Takk fyrir, þá var það komið á hreint. Orðið laust, Sverrir Bergmann, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúi Guðbergur Reynisson
varðandi að fá upplýsingar hvað í gangi í stýrishópnum afreksbraut, þá það náttúrulega ekkert nema sjálfsagt og þú getur í annarkost heyrt bara í mér sem í þessum stýrihóp eða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem þið nú með inni, sem frábær og frambærilegur. Þannig ég hveti bara annarkost að heyri mér að þínum eigin fulltrúa. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sverrir, bæjarfulltrúi Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Það oft sem að bæjarfulltrúar koma upp, bæði úr meirihluta og minnihluta og að spyrja. Og þá kannski ekki farið grundigt í, nákvæmlega í hvað verið að segja, en að ætla okkur, ég hef reynda mætt á einn fund, en verðandi skipulagsmáli með íþróttasvæðin, akademíureitin, þarna fyrir aftan Reykjaneshöllina og þarna Unnar hefur verið í hópnum fyrir okkar hönd og staðið sér vel og upplýst okkur að svo miklu leyti sem hann getur, en það hafa ekki verið neina kynningar eða neitt annað, þannig að þá leggjum við bara til að bara sem fyrst fyrir bæjarstjórnarfund verði kynning á þessu verkefni að hvar það statt og hvaða hugmyndir á borðinu og hvernig vinnan verður áfram. Og við höfum einmitt verið að tala að við erum fljótlega væntanlega að fara í ákveðna kostnaðargreiningar og annað. Þetta gríðarlega stórt verkefni og hvernig þarf fjárfestingaráætlun til framtíðar að líta út og til dæmis vorum við að samþykkja framtíðaráætlun í fjárfestingum og vorum ekki með neitt þar inni og erum að hugsa hvernig getum við fjármagnað þetta og eru ákveðna hugmyndir uppi sem að duga aldrei í alla fjárfestinguna, þannig að við þurfum að taka upp þá áætlun, setja í áætlun hvað við áætlum í þetta og svo framvegis. Þannig að ég held að væri allavega á þessu stigi áður en þetta neglt í stein að við fáum bara góða kynningu á þessu verkefni og getum skipst á skoðunum með það í undirbúningsvinnunni. Takk. Takk fyrir. Ég vil kannski líka nefna tölum aðeins hvernig væri verið að greiða eða styrkja og styðja við að á þessu kjörtímabili þá var nú í fyrsta skipti lagt fé í það beint til IRB til að standa undir kostnaði þess formanns sem þar hverju sinni. Þannig að það verið að setja ýmislegt af stað og mjög mikils vísir. Orðið laust, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Það hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs og við göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skefið merki. Fundargerðin samþykkt 11:0. Fundargerð lýðheilsuráðs frá 14. janúar síðastliðnum 5. mál á dagskrá. Orðið laust. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég ætla aðeins að vekja athygli á einu máli sem að þegar ég fór yfir fundargerðina. Það mál númer 4 sem verklag og viðbragð vegna ofbeldismála. Það var einmitt í fundargerð minnisblað til upplýsinga. Þá hefur lögreglan þróað í samræmi við neyðarlínu og nokkra samstarfsaðila ítarlegt flæðilrit með skýrum leiðbeiningum fyrsta viðbragð vegna vopnalagabrota og kynferðisbrota og þetta til upplýsingar fyrir starfsfólk skóla, félagsmiðstöðvanna og öll sem vinna að íþrótta- og æskulýðsstarfi barnanna okkar. Sem mjög mikilvægt að allir kynni sér þetta því að markmið flæðiritana að skýra verklag við neyðartilfellum vegna vopnaburðar og kynferðisofbeldi, fækka ofbeldisbrotum, efla stuðning við þolendur ofbeldis og stuðning við gerendur til að stöðva ofbeldishegðun, því það ekki síður mikilvægt. Því að aukin þekking á hvernig megi fyrirbyggja slík atvik dregur úr einmitt áhættu. Þá kemur hérna líka fram í þessu minnisblaði að tilkynningum til lögreglu og barnaverndar, þar sem grunur að barn beiti ofbeldi hefur fjölgað og hvað hafa stjórnvöld gert. Það kom líka hérna fram að lögreglan hefur aukin sýnileika á löggæslu og fjölgað í samfélagslöggæslunni og verið með öflugar forvarnir og fræðslu. Flæðirit þetta einmitt til að
tryggja leiðbeiningar fyrstu viðbrögð og til að samhæf viðbrögð verða hringinn í kringum landið svipað og þessi ritum verður einmitt dreift í skóla og fylgt eftir af samfélagslögreglumönnum og síðan ekki síst aðgengileg á 112.is og vefsíðu lögreglunar. Þessi flæðirit eru einmitt mjög ítarlega að sjá hann undir fundagerði lýðheilsuráðs. Það er einmitt farið skref fyrir skref eins og til dæmis ef eitthvað kemur upp á, hvað gerðist, hvað skal gera þegar yfirstandandi árás á sér stað þegar einstaklingur beitir vopni, sem ég bara fagna þessu innilega að við setjum einmitt þetta í farveg. En já, ég hvet alla Indriði til að fara inn á ofbeldisgátt neyðarlínunnar 112 og til að finna bara frekar upplýsingar þetta mál. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sigurrós. Næstu við biðjum orðið Valgerður Björk. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Mér langaði bara að því að við erum ekki með fulltrúa úr lýðheilsuráði hérna í bæjarstjórn að það langaði mig bara að vekja athygli á máli númer 3, sérstaklega þar sem að fulltrúar allavega meirihlutans í ráðinu vöktu sérstaka athygli á þessari kynningu sem að ráðsfólk fékk og sem og starfsmaður ráðsins sem fannst þetta bara ótrúlega góðkynning frá umsjónamanni brúarinnar, Jóni Ragnari Magnúsinni, en brúin er félagsmiðstöð í Háaleitiskóla á Ásbrú sem var stofnuð fyrst árið 2021 eftir niðurstöðu rannsókna og greininga með það markmið að bjóða nemendum Háaleitiskóla fjölbreytt og aðgengilegt tómstundastarf. Á fyrstu árum starfseminnar var hún alfarið rekin af starfsfólki skólans og miðaðist eingöngu við nemendur Háaleitiskóla. Áhersla var lögð á frjálst flæði og lágmarksdagskrá en í dag og sérstaklega eftir að það var ráðinn svona sérstakur umsjónarmaður og meira fjármagn sett og kraftur settur í félagsmiðstöðina að þá er starfsemin skipulagðari með viðburðum sem eru ákveðnir í samráði við nemendur og aukið samstarf við fjörheima. Félagsmiðstöðin er opin í frímínútum á skólatíma og í hádeginu fyrir unglingastigið og svo er boðið upp á þetta klassíska félagsmiðstöðastarf seinnipart og kvöld og einnig er boðið upp á klubbastarf eins og skák og listaklúbba. Aðstaðan er nokkuð fjölbreytt, felur í sér allavega nýtingu á hinum ýmsu rýmum í skólanum sem er vel. Nemendaráð eða svo kallað brúaráð spila lykilhlutverk í starfseminu með því að tengja saman skóla og félagsmiðstöðarstarf. Það hafa verið áskoranir eins og hátt hlutfall nemenda af erlendum uppruna og lítið hlutfall þeirra sem hafa áður tekið þátt í tómstundum. En til að mæta þessu hefur verið þróað sérhæft hópastarf með áherslu á að byggja upp jákvæða sjálfsmynd nemenda. Aðsóknin hefur verið mjög góð. 84% nemenda á unglingastigi Háaleitiskóla hafa sótt brúna reglulega og að meðaltali mæta 25 nemendur í hvert skipti sem er opið. Einnig kemur reglulega hópur nemenda frá öðrum skólum og mér finnst þetta bara mjög gott upplegg í framhald vinnu okkar uppbyggingu félagsmiðstöða í hverfum og tekja undir bókun ráðsins sem leggur ríkast áherslu á mikilvægi félagsmiðstöðu í hverfunum, sérstaklega á svæðum þar sem hátt hlutfall íbúa eru af erlendu bergi og samgöngur eru kannski ekki nægilega góðar, eru ekki jafn miðsvæðis og margir aðrir sem búa hérna í öðrum hverfum. Félagsmiðstöðar gegna lykilhlutverki í því að skapa vettvang fyrir félagsfærni, jákvæða samveru og virkni meðal barna og unglinga. Og lýðheilsuráð fagnar að slík þjónusta sé til staðar og vekur athygli á að stefnt er að opna nýrrar félagsmiðstöðar í innri Njarðvíkurhverfi síðar á þessu ári. Takk fyrir. Orðið er laust fundagerð lýðheilsuráðs frá 14. janúar. Það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs og við göngum þá til atkvæðagreiðslu fundagerð lýðheilsuráðs. Þeir sem samþykkt geta vinsamlega skefið merki. Fundagerðin er samþykkt 11:0.
Sjötta mál er fundagerð velferðarráðs frá 15. janúar 2025 og orðið er laust. Sigurrós Antonsdóttir, fyrst vel. Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að fara að renna yfir fundagerð velferðarráðs 15. janúar síðastliðinn. Mál númer 1, það hefur nú oft komið hér þetta mál og til umræðu og þarna kom hún Hilma, teymistjóri virkni og ráðgjafateymisins og hún fór yfir stöðu mála á smáhúsunum. Og langar mig bara að segja að þetta er mikið framfara skref og í skref rétta átt sem við verðum að vinna hér í Reykjanesbæ í þessum málaflokki og leyfi ég mér að segja að sveitarfélagið er að brjóta blað í þjónustu fyrir íbúa með fjölþættan vanda. Síðan er það mál númer 2, reglur fjárhagsaðstoð, tillaga að breytingu. Þar kom hún Hilma og lagði fram tillögu að breytingu á reglum fjárhagsaðstoð og breytingarnar eru fyrst og fremst gerðar til að vera skýrari grunnur sé fyrir því að verklag sem viðhaft er. En þá ætla ég aðeins að koma að breytingunum eða aðeins að segja frá að í lögum félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kemur ekki fram að umsækjendur fjárhagsaðstoð þurfa að vera staðsett hér á landi á meðan það nýtur fjárhagsaðstoðar. Aðeins að þau þurfa að hafa lögheimili hér á landi. En þarna hafa nokkur sveitarfélög gert þessi skilyrði í sínum reglum og að eins og að umsækjendur fjárhagsaðstoð séu einmitt staddir á landinu þegar fjárhagsaðstoðin er veitt. Þá er lagt til líka að það veri bætt við í þessum málsgreinum í setningum 1. grein og 8. grein reglna fjárhagsaðstoð hjá Reykjanesbæ og einmitt til að skerpa nokkurum atriðum og líka að umsókn fjárhagsaðstoð er lögð fram og þá er umsóknin lögð fram með rafrænum hætti á vefsíðu Reykjanesbæjar en samt sem áður er líka hægt að leggja fram umsókn með eyðublaði. Svo er líka upplýsingar skráningu í nám sem umsækjandi kann að sækja skuli vera jafnrætt liggja fyrir og það var ýmist svona sem það þurfti að skerpa þarna. Svo er það mál númer 3, það er skjólið. Þarna kom Vilborg teymistjóri barna- og fjölskylduteymisins og lagði fram eftirfarandi aðstöðu að við þurftum að finna allan að viðeigandi húsnæði fyrir skjólið. Skjólið er eftirskólaúrræði fyrir börn og ungmenni með stuðningsþarfir frá 5. bekk og upp í nemendur sem eru í fjölbraut og í skjólinni eru 15 ungmenni og með þeim eru 6 til 7 starfsmenn sem þetta er lögbundin grunnþjónusta. En þau hafa verið með aðstöðu í 88 húsinu en eins og það hús er frábært en þá er kannski ekki alveg, þá þrengir aðeins að þannig að við vorum einmitt að hafa áhyggjur af því og velferðarráð og það tekur undir einmitt áhyggjur Vilborgar og telur að mikilvægt að skjóli fái viðeigandi aðstöðu sem hentar starfseminni og mér skilst að það sé í farvegi núna þannig að meirum það síðar. En svo er það mál númer 4, það er samráðshópur málefni fatlaðs fólks. Hann Ólafur Garðar, verkefnastjóri í málefni fatlaðs fólks, hann kom og lagði inn erindið það en á velferðarráðsfundi var samþykkt 12. desember síðastliðinn tillögu að breytingum á notendaráði fatlaðs fólks með skipan í samráðshóp. Það var bókað að bæjarstjórn eigi að koma með tilnefningar. Eitthvað hefur þetta misfarist því að samkvæmt mínum upplýsingum þá á velferðarráð að koma með tilnefningar í þennan hóp og samráðshópurinn verður þá skipaður af 3 kjörnum fulltrúum og 3 fulltrúum úr notendaráði fatlaðs fólks.
Velferðarráð mun tilnefna þá 3 fulltrúa, 2 frá meirihluta og 1 frá minnihluta, til setu í samráðshópnum málefni fatlaðs fólks og leita verður til notendaráðs fatlaðra í Reykjanesbæ að tilnefna 3 fulltrúa í samráðshópinn og 3 til vara. Þannig að til að skerpa aðeins á þessu máli þá kemur þetta aftur til okkar í velferðarráð og tilnefningar hafa borist frá notendaráði og þannig að þá förum við í þessa vinna og ég vona þetta sé skýrt en meir það síðar. Þá það 5. mál. Þá langar mig bara að vekja athygli á því og ég þurfti eiginlega bara nutta augun og horfa aftur á skjáinn að í desember 2024 þá fengu 156 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð en á sama tíma, sem sagt í desember 2023, þá fengu 297 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð. Þannig að ég ætla bara að vekja athygli á því. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sigurrós og orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Bæjarfulltrúi Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Takk sé frábæri ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokk og Vinstri grænna var hælisleitendum í Reykjanesbæ fækkað ansi mikið. Það að, og sem olli því síðan að fjárhagsaðstoð minnkaði mikið á milli ára og einnig annar stuðningur. Og þetta var eitt af þessu, þetta þetta sagt í gríni en samt ég trúi því eða hef sannfæringu fyrir því og ánægð með okkar fólk. En við vorum að gagnrýna þessar tölur einmitt þess vegna. Við vildum að það yrði greint á milli þegar hælisleitendur væri að ræða eða fólk sem að sækja alþjóðlega vernd eða þannig að það væri flokkað sér þannig að við sæjum hvernig almenn þróun væri. En ég tek undir með bæjarfulltrúa Sigurrósu að þetta fagnaðarefni. Takk fyrir Margrét, bæjarfulltrúi Sigurrós, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti. Já, bæjarfulltrúi Margrét kom inn á það með fækkun hælisleitenda. Ég samt ekki alveg á því að það sé akkúrat raunin. Jú, það hefur eitthvað að segja að það kannski ekki hvort það sé flokkapólitík eða hvað, en ég veit að margir hverjir hafa verið að draga umsóknina sína tilbaka, nokkrir hafa bara verið að fara úr landi sjálfir, en ég vil líka bara fara að hrósa teymi, virkni og ráðgjafateymi hjá Reykjanesbæ að bara nú farið að vinna markvisst í það að koma fólki í hólf. Þá ég meina hólfin sem eru bara sem einhvern veginn það vantaði að ekki það hafi náttúrulega gert mjög fínt áður en það bara virkniúrræði sem markvisst verið að svona senda einstaklinga í og hvað annað en já, þannig að ég ætla líka bara að segja það og koma það líka bara fram. Takk. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð velferðarráðs frá 15. janúar síðastliðnum. Það ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs og þau sem samþykkja fundargerðina vísalega skefið merki. Fundargerðin samþykkt 11:0. Það var mælendaskrá tæmd og ekki fleira sem á dagskrá þessa fundar og nú verður fundargerð yfirlesin og undirrituð rafrænt í samræmi við fundarsköp bæjarstjórnar. Ég segi hér með 689. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.